Já, eitt af því sem að var rætt á hugvístaþingi var Kiljuna sem er langlífur þáttur á Ríkisútvarpinu bókmenntir í stjórn Egils Helgasonar. Það var Svanur Már Snorrason, bókmennafræðingur, sem að tók þetta fyrir. Hver eru áhrif Kiljunar á íslenska bókmenntir? Þau eru í stuttimáli sagt ansi mikil. Það er alveg greinlegt að þátturinn hann hefur mikil áhrif á til dæmis sölu á bókum, lán á bókasafnum og ýmislegt fleira sem tengist bókmenntalífinu okkar litla landi og þessi þáttur svona, hann ber dálítið höfuð og herðar yfir aðra, hvað varðar í það minnsta áhuga, getum við sagt. Það er mikið horft. Yfir aðra bókmenntaumfjöllun. Já. Sem er náttúrulega orðin lítil í prenti. Nákvæmlega. Einu sinni hefði það þótt undarleg hugmynd að sjónvarpsþáttur geti verið leiðandi í bókmenntaumfjöllun. Það er rétt. Það er einmitt það sem kemur að í byrjun varðandi þessar ritgerð og hvernig Egill kemur inn á sviði 2007 inn í sjónvarpið og náttúrulega þú ert búin að vera lengi í blaðamennsku og ég líka aðeins og þetta er náttúrulega dregist geysilega mikið saman í dagblöðum og tímaritum og þetta er í raun og veru komið á netið á bókmennta síður þar til dæmis jafnvel bara Facebook-grúpur svona hálfgert Goodread og fleira sko. Svo er fólk að skrifa á Goodread og já, alls konar sko en sem er svona svipað og fólk að skrifa bara á TripAdvisor. Já, nákvæmlega. Það er dálítið vinsælt sko. Það var náttúrulega fyrir kannski 25 pluss árum að þá voru náttúrulega fleiri blöð og flest af þeim voru kannski ekki fyrir 25 árum, kannski 30-35 árum með bókmennagagnrýni. Já, einmitt. Það hefur minnkað mjög mikið, alveg geysilega mikið og í staðinn má segja að þá hafi mögulega Egill komið og fyllt inn í eitthvað ákveðið tóm sko en þetta er sko langlífasti samfelldi menningarþátturinn á RÚV sko. Þetta er orðin 16 ár og áhorfið er mjög mikil og síðan náttúrulega fór ég að skoða prime time, þetta er bara eftir fréttur og Kastljós. Já, nákvæmlega sko og ég fór meira að skoða sko sjálfur sér þó þetta hefði klárað þetta í bókmenntafræðinni þá myndi ég segja að þessi ritgerð hafi frekar verið sagnfræðileg og kannski dálítið blaðamennskuleg og ég átti satt best að ekkert endilega vona á því að efni er í samþykkt vegna þess að ég er ekkert með einar fræðilegar pælingar í þessu beint þannig að þetta er kortlagning, þetta er hálfgerð sagnfræði sko en þá náttúrulega kemur bara í ljós að það er náttúrulega ekki til þáttinn í svona formi, í einhverju lengri greinum eða ritgerðum þannig að ég laði þetta til við Úlfhildi sem að leiðbendi mér og hún samdi þetta og bara kerði þetta í gang. Þú segir að þátturinn hafði mikil áhrif á sölu, það er líklega það selst vel sem að er tekið fyrir í þættinum, ekkert það sem ekki tekið fyrir er lítið og það sem er talað vel að það selst þátturinn þannig áhrif. Algjörlega. Það stjórnar bara þannig ef að þú ert ekki út bók og færð dræma dóma í Kiljunni, þá getur þú bara glemt. Já, mestu leyti. Líklega er sko samt betra að komast að í Kiljunni og fá slæmandóm heldur en að komast ekki að. Þá ertu bara ekki til. Já, þá ertu ekki til og svo er alltaf svona eins og samkvæmt minni reynslu, ég var náttúrulega lengi á bókasafni og ég raun og veru byrjaði á ritgerðinni á þeim tíma sko og við sjáum sko að til dæmis við bara á bókasafninu, við sáum bara eftir miðvikudagskvöldin, sérst á 50 dögunum, þá streymdi fólk í safnið, það hringdi, það setti inn pantinn á netinu og það var allt á eina bókina lært, það var þessi bók sem Kolbrún eða Palli eða einhverju voru að tala svo vel er hún inni, er hún til og
það var alveg gríðalegur áhugi, við sáum þetta bara, þetta var svo mikið, við tókum þetta bara niður, það voru 2 konur sem skrifuðu bara alltaf niður hvaða bækur komu fyrir og hann við flýttum fyrir, það var alltaf í örtröð, sko, bara hvað var í Kiljunni í gær, það sem var, fekk frábæra dóma, það var bara brjálaða billisti og svo... Nei, fólk verið að lesa þá bók bara út árið. Já, svo er alltaf, eins og ég nefndi við, sko, að þó að komast í þáttinn og fá lélegan dóm, sko, það er alltaf einhverju sem eins og mér sem finnst gaman að skoða bækur sem að fá mjög slæma dóma, alveg svo bíómyndir, en það er kannski 1 af hverjum 10. Já, en þú nefnir Egil, en náttúrulega af þessum gagnrýndu þá Kolbrún búin að vera, þannig að hún ekki búin að vera allan tíman? Jú, ég held það. Þeir hafa aðrir komið og farið, þú nefndir Alla Baldvins og sem er hættur. Einmitt, Þröstur Helgason. Það hafi verið endurnýjun, en Kolbrún er Kolbrún er... Þannig að ef þetta snýst dómana, þá er eiginlega Kolbrún valdamesta manneskja í íslensku bókmyndaheimi. Já, ég held að það sé bara 100%, sko. Það er bara, ef hún er hrifin á bók, þá selst hún. Þetta er náttúrulega eitthvað sem ég skoðaði líka hvað varðar verslanir, til dæmis eins og Pennin Eymundsson. Ég hafði samband við verslunarstjóran hérna nýri í miðbæ, Rúnar Loa, og hann segir þetta bara náttúrulega í ritgerðinni bara beinum orðum, bara ef bók kemst í Kiljuna og fær góða dóma, þá sjáum við mikla hreyfingu. Það er bara mikil sala í kjölfarið og aftur á móti bendir hann bara alveg svo ég með bókasafni að ef þetta er alveg glataða dómur eða hörmuleg bók eða eitthvað, þá hreyfist hún voðalega lítið og hann líka segir að þetta bara sé svo ábyrjandi mikið. Þetta er ekki eins og, jú, hann hefur einhver áhrif. Nei, hann hefur bara mjög mikil áhrif. Þannig að... Og það sem er ekki mikið annað sem er að hafa áhrif, þá er þetta náttúrulega bara drottnandi áhrif. Þetta er það. En til þess að það sé að fullir það Kolbrún sé valda mest, að þá er ekki nóg að hún stuðli að því hvaða bækur seljast og hverjir ekki. Nei. Heldur yrði maður eiginlega að sjá það fyrir sig þannig að þar sem að hún hefur þetta vald, hvað selst og svona, þá leiðir það til þess að höfundar skrifa svolítið upp í smekk Kolbrúnar Bergþórsdóttur. Já. Er það þannig? Þetta er skemmtileg spurning. Þetta er rannsóknarspurning. Já, það var að skrifa heilmikið með þetta og bæla mikið þessu. Og það er eiginlega greina áhrifin sem að hafa verið af Kiljunni og Kolbrún og Agli yfir hennar tíma, hvort það sé að sjá merkjanlega mun á bókmyndunum. Nákvæmlega, sko. Nákvæmlega. Heldur það sé hægt? Já, mögulega, sko. Ég er ekki alveg samt viss. Ég tók alveg eftir í á hugvísindaþinginu að ég var spurður mjög mikið eftir þáttinn og sem var bara jákvætt, skemmtilegt. En þar voru ýmsir voru að spyrja einmitt út frá þessu sem þú varst að segja, sko. Og þá þurfti ég náttúrulega að svara því að þetta væri meira kortlagning og meira svona saga þáttarins og áhrifin og allt þetta en svona hvernig rithöfundar myndi bregðast við gagnrýni og fleira, sko, og hvaða aðferðir gagnrýndu væri að beita. Ég var kannski ekki mikið í því, sko. En þetta er auðvitað skemmtileg pæling, sko. Ég meina, ef þú ert með gagnrýnanda sem er mjög áhrifmikill og er búin að vera í sjónvarpinu í 15-16 ár og er ennþá þá er mögulega að skoða þetta eitthvað út úr því, sko. En hins vegar að því ég var að nefna hann með eins og verslun, eins og Pennin Eymundsson og fleira, að ég heyrði nú í honum JPVF, Jóhanni Páli. Hann er nú hættur eða svona sestur í Helgastein í dag. Legstur í ferðalög? Já, akkurat, sko. Og hann sagði bara berum orðum, ég býð á hverju miðvikudagskvöldi, sko, liggur við á bæn að bækuna mín fóðu góða dóma. Og hann sagði það bara sama á Rúnar og í verslunni að þetta hefði bara úrslita áhrif á hvort bók myndi seljast eða ekki. Þannig að þetta var svona,
frekar afdráttarlaust allt í raun og veru. Það sem ég nálgaðist þetta allt, hvað sem voru bókasöfn eða verslanir, útgáfur og fleira. Þetta er bara risastórt fyrirbrigði í íslenska bókmyndaheiminum. Og hvort þátturinn sé góður eða ekki. Þú varst ekki verið það? Nei, það verður hver einn að meta það, sko. En þú horfir á þáttinn? Já, ég horfi á þáttinn. Getur þú greint svona hvers konar bækur frá frekar góða dóma en ekki þarna? Nei. Er eitthvað svona tegund bóka sem á ekki upp á pallborðið? Nei. Það er svolítið svona meginströms þekkjandi. Já, það er það, sko. Þetta er eins og Egill náttúrulega segir sjálfur, hann reynir að nálgast þetta á frekar alþýðlegan hátt heldur en fræðilegan hátt. En nei, ég myndi nú ekki alveg geta svarað því, sko, hvernig bækur væru helst teknar eða þú veist í þessu samhengi, en ljóst er allavega að góð bók, góð dómur bók, hvernig þessi bókin er, hvort það er skáldsaga, örsögur eða hvað sem er, sko, að þetta er náttúrulega bara nánast eins og hálfgerð lottóvinningur, myndi ég segja. Falla að smekk Kolbrúnar Bergþórsdóttur. Já, ég held það, sko. En umfjöllunum bækur hefur náttúrulega áhrif á bækunar. Já. Það út af til dæmis hvað er lítil umfjöllun bækur í dag. Já. Að þá er helst að höfundar geti komist í svona persónuleg viðtöl. Já. Það tók eftir því að maður veldi fyrir sér fyrir einhverjum árum hvort að það hefði kannski áhrif á höfunda og útgefendur og þeir var eiginlega að hvetja fólk til þess að skrifa eitthvað slíkt. Þetta ekki til að skrifa bók pappaðinn. Eitthvað svona það sem hefur verið að reyna að búa til vöru sem að fellur af þessu brenglaða fjölmiðla umhverfi sem við erum með. Já, einmitt. Það er alveg rétt hjá þér, sko. Þetta er, en já. En það er náttúrulega ekki þannig viðtölu í Kiljunni, þannig að Kiljan er bókmyndaþáttur. Hún er ekki að narra höfundana til þess að fjalla komið í persónuleg viðtöl sem að vill svo til að þau hafa skrifað bækurum. Nei, ég hef ekki, það er meira svona eins og að maður sjái, þú veist, eins og maður sá alltaf einu svona ári hjá Mogganum að Arnaldur kom, sko, það vildi bara tala um Moggan, sko, engan annan að því að mannar, veist, og eitthvað slíkt og svoleiðis kynningarviðtöl, en það er ekki svona þessi stóru viðtöl við einhvern höfund, þú veist, hálftíma langt viðtal eða neitt svoleiðis, skilur. Þetta er meira bara verið að þessi klassíska, sko, uppbygging að spjalla bækuna, sko, og Páll Baldvin mitt tjáði sig eftir fyrirlesturinn að hann hristi nú bara hausinn yfir þessu, sko, hann sagðist að vera þarna í 5 ár, sko, bara álæginu og hann var mjög fúll yfir að fá bara 10 mínútur í að tala kannski 3 bækur. Þú skiptaði með Kolbrúnu, þannig hann fær bara 5 mínútur. Þannig hann fær bara 2 mínútur á hverja bók. Akkurat, sko. Og Haukur Ingvarsson, hann var þarna líka og hann talaði þetta á svipaðan hátt, sko, að þeir voru svo sem ekkert að tala neitt illa eiginlega þáttin eða neitt svoleiðis, heldur bara þeim fannst þetta ekki gott fyrirkomulega. Það er náttúrulega engin umræða. Það eiginlega bætir enga umræðu að vera að setja hana inn í formið sem er svona meginströms sjónvarp. Það er ekki að draga neitt vit í gegnum Kastljós eða Silfrið eða Kiljuna. Nei, það er bara þannig. Já, þess vegna er það yfirleitt þannig að til þess að svona sjónvarp getur verið gott, þá þarf eiginlega að vera svona bunki af góðum blöðum sem að halda einhvern veginn svona einhverjum kjöl í umræðinni sem að sjónvarpið getur síðan endurspeglað. Ég held að sé ekki ætlast þess að sjónvarpið ráði að halda eitt uppi vitrætt umræðu. Ég held ekki, sko. Það sé ekki fræðilega möguleiki út af tímanum að því að þetta sjónvarp er náttúrulega byggt upp á því að þeir sem eru að horfa hafi ekki áhuga. Þetta eru gömlu sjónvars það sem að var, sko, 30 ára barn og 91 árs gömul amma í sófánu fyrir framann og þú þurftir eiginlega, mátti ekki ganga fram að athygli spanin eins þeirra. Þannig að það má ekki eyða orðum á eitt eða neitt. Nei, akkurat. Og þetta er einmitt aldrei það sem endurspeglar þennan þátt
bókmenntaumræðan í dag, við höfum annars vegar sko þetta stóra dæmi sem Kiljan og á þess að ég ætla eitthvað að vera að gagnrýna. Þetta er meira svona... Þetta ekki sök Kiljunar, þetta sök að þau vantar allt annað. Já. Og svo einnig líka bara að þátturinn sem slíkur að vera að fjalla nokkra bækur á mjög stuttum tíma og þetta pínlítið svona aktu taktu, skilur. Þetta þú veist, þú fer ekki heim, þú nennir ekki eldaði kvöld og fer aktu taktu og þú nennir ekki að lesa kannski rosalega langan dóm í TMM eða einhver staðar og þá var gott að horfa Kiljuna og fá svona á ekki svo mörgum mínútum svona það helsta sem í gangi en eins og þú bentir á bara hárrétt að þessi miðill sem slíkur eins áhrifamikill hann og svona ég meina, ef við færum út í einhverju myndi detta í huga að gera 3-4 tíma bókmenntaþátt í sjónvarpið segjum á sundum frá 10-2 eitthvað svoleiðis ég ekki viss að mikið áhorf en ég ætla ekki að fullyrða það það annað sko, annars verður ertu að búa til efni fyrir fólk sem hefur takmarkan áhuga og þá ertu bundin af tímanum eða þú getur gert efni sem bara ætlast til fyrir þá sem hafa áhuga þá ertu náttúrulega með færri í salnum en þú bæði getur talað það í lengra máli og dýpra máli, þú getur kynnt hluti sem að fólk þekkt ekki áður og annað slíkt sem að þú getur ekki gert í stuttaforminu. Nákvæmlega sko. Og mögulega er það sko þessi nálgun sem að Egill hefur haft í gegnum tíðina að hafa þetta svona alþýðilegt og ekki og fræðilegt og svona létt spjall en samt alltaf með ákveðinni niðurstöðu. Þessi bók þetta eða þetta, skilju. Þetta virðist allavega fólki virðist líka þetta ágætlega með hvað þetta þú meinar að samtölin við gagnrýnendurna beint inn á það að koma eitthvað svona sterk hugmyndum það hvort það sé góð bók. Þetta næstu í stjörnugjöf. Þetta ekkert annað en stjörnugjöf sko. Þetta ekkert annað. Bara í 7 setningum. Já, eitthvað svoleiðis sko. Sem svo sem allt í lagi, það ákveðin svo kurteisi ef ég spyrir þig hvernig var myndið svo sást í gær og segir bara hún var fín. Já, hún var bara nokkuð. Það þýðir bara 3,5 stjörna. Það svona tala fólk saman en það náttúrulega ekki kannski ritdómur. Nei, það ekki beint að kalla þetta ritdóma per se, skilur, þó að gagnrýnandi sem búin að lesa alveg heil mikið, ég meina, hann fær örfá mínútur til að fjallumynda og þar alveg þetta ekki mjög djúsi eða neitt svoleiðis, en hefur samt greinlega mjög mikil áhrif. Herðu Svanur, takk fyrir að koma hérna á rauðaborðinu og segja okkur frá Kiljunni sem allir þekkja. Takk fyrir mig, takk fyrir að bjóða mér hérna. Herðu, við ætlum að snúa okkur að öðru, nú ætlum við að fara að tala hamingju og peninga eftir augnablik.